og ég segi Viðskiptaþing 2019 sett. Næsta býð ég velkomna í pontu Katrínu Olgu Jóhannesdóttur, formann Viðskiptaráðs. Gjörið svo vel. Góðu gestir, komið sæl og hjartanlega velkomin á Viðskiptaþing. Yfirskrift þingsins má segja sé dæmigerð fyrir þá stöðu sem við erum að upplifa í dag, bæði alþjóðlega og innanlands. Skyggni nánast ekkert, forysta í heimi óvissu. Og fasta orðið kveðið með þessari yfirskrift? Ég held ekki, hún mjög lýsandi fyrir það ástand sem við búum við í dag. Það má segja að við séum á ákveðnum tímamótum og hægt sé að segja að hér takist á viðhorf sem líkja megi við fortíð, nútíð og framtíð. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Þau viðhorf sem byggja á fortíðinni halda örvæntingafullu taki í það sem var. Hér haldið í gamlar hefðir, gamlar leiðir og eina leiðin til að halda áfram sé að viðhalda þeim. Við sjáum þessi viðhorf bæði alþjóðlega sem og innanlands. Alþjóðlega speglast þetta í kjöri á Trump sem forseta Bandaríkjanna meðal annars, enda þekkjum við öll slagorðið Make America Great Again sem í rauninni vitnun til fortíðar. Við sjáum þetta líka í Brexit og við sjáum þetta í sívaxandi þjóðernishyggju. Þetta byggir allt á gömlum tíðaranda sem ríghaldið í. Hér á landi birtist þetta meðal annars í þeirri orðræðu sem ný verkalýðsforysta hefur tileinkað sér. Að það sé stétt auðvaldsins sem haldi verkalýðnum niðri. Neitað að horfa til staðreynda, kynnt undir sundurleitni, meira gert úr misskiptingu á Íslandi en efni standa til og varnaðarorð sérfræðingar hunsuð, meiri segja Seðlabankastjóra Íslands. Þetta orðræða sem við höfum ekki heyrt til fjölda ára. Við sjáum þetta einnig í jafnréttisbaráttunni þar sem karlar eru ennþá ríkjandi sem forstjóra fyrirtækja. Viðhorf byggt á nútíðinni staðan í dag, sem einkennist af stöðuleika sem ætti að skila okkur hvað mestum árangri og ánægju. En þrátt fyrir eitt mesta hagvaxtar og verðstöðuleika skeið í sögu landsins, einstakan efnahagslegan árangur og alþjóðlega samanburðartölur sem sýna bæði jafna og bætta stöðu landsmanna heilt og lítið ríkir ekki sátt í landinu. Óróinn kristallast í pólariseeraðri umræðu á frétta- og samfélagsmiðlum landsins þar sem jaðardæmin eru notuð til að lýsa hinni almennu þróun og staðreyndir látni víkja fyrir tilfinningum. Rauntölur stöðu samfélagsins eru oftar en ekki slegnar út á borðinu og raddir skynseminnar fá æ minna pláss í umræðunni. Síðan eru það þau sem horfa til framtíðar, eru sífellt að ögra fortíðinni og nútíðinni og vilja vera boðberar og gerendur breytinga. Það okkar hlutverk. Við heyrum æ fleiri raddir tala fyrir því að huga þarf að heildarhagsmunum en ekki sérhagsmunum, að hugmyndafræðinum hægri og vinstri sé úr sig gengin sem og við og þið nálgunin. Heldur sé það heildin og málefnin sem snúa henni sem skipta máli. Við sjáum þessa hreyfingu víða, meðal annars í B-Team sem hún Halla okkar Tómasdóttir stýrir undir dyggri stjórn Pól Pólmann sem einn aðalfyrirlesari okkar í dag ásamt Valeri Keller. Velkomin bæði tvö. Við sjáum líka þessar breytingar í áhuga okkar á alþjóðlegum málum, svo sem loftslagsmálum, áhuga fjárfesta á fjárfestingum sem hlúa að samfélagri ábyrgð og vitundavakningu að einfalt markmið hagnað sé ekki nóg. Það því að verða umpólun. Við verðum að horfast í augu við breytt samfélag, finna þar leiðir til að tryggja samheldni og áframhaldandi uppbyggingu til að tapa ekki niður þeim góða árangri sem hefur náðst. Hvað erum við að gera til að efla getu og vilja þeirra sem landi byggja til að auka verðmætasköpun og drífa áfram frekari hagvöxt og velsæld? Hver hvati einkaaðila til að taka áhættu til að skapa verðmæti hér á landi
þegar við sjáum að ríkið hefur breytt út faðminn með auknum umsvifum og ítökum í atvinnustarfsemi landsins. Hugsum við til framtíðar, til lengri tímar en næsta ársfjórðungs eða kosninga. Hafa leiðtogar í landinu náð að skapa þann trúverðuleika og þau gildi sem við viljum lifa eftir sem þjóð. Nú sem aldrei fyrr er þörf fyrir leiðtoga sem hreyfa við samfélaginu. Leiðtoga sem skilja tilgang og samhengi hlutana og geta málað þá mynd skýrt upp. Leiðtoga sem setja langtíma stefnu og halda kúrs þó á máti blási. Leiðtoga sem sjá ábyrgð sína sem samfélagslega en ekki einungis bundna fjárhagslegum mælikvörðum eða stjórnmálastöðu. Hér þarf því að taka inn þætti sem hlúa mannauðnum og samfélaginu. Þetta getur kallað á djarfar ákvarðanir, breytta nálgun og stjórnun. Forsætisráðherra Nýja-Sjálands vinnur eftir þessari nýju nálgun og sagði á World Economic Forum í janúar síðastliðnum að nauðsynlegt væri að hætta að mæla hagvöxt og gengi landa eingöngu út frá fjárhagslegum stærðum. Hún nefndi að bæta þyrfti við nýju mælikvörðum sem snúað meiri fjölbreytni til að gera gott samfélag enn betra og það eru þættir eins og góðvild eða kindness, samkennd eða empathy og velferð eða well-being. Þannig væri verið að nálgast það sem fólk kallar ekki aðeins efnahagslegan ábata heldur framfarir sem almenningur finnur á eigin skinni og upplifir sem raunverulega aukna velsæld og velferð. Við skulum velta fyrir okkur menntakerfinu út frá þessum breyttu tímum. Erum við að aðlaga það nóg frá vöggu til grafar? Við erum ennþá meira og minna að kenna eins og við höfum gert í öráfa alda með svona smá aðlögun á nútímanum. Við erum einnig að mennta fólk eftir hefðbundnum leiðum og hefðbundnum fögum. Við erum ekki nóg að velta fyrir okkur hvaða kunnáttu eða færni þurfi til framtíðar. Við sjáum til þess vaxandi misræmi á milli menntunar og starfa á markaði sem birtist meðal annars í fjölgun háskólamenntaðra langt umfram fjölgun slíka starfa. Við sjáum einnig að hlutfall nemenda í verk- og raunvísindum á Íslandi er með því lægsta sem gerist í OECD-löndum og við sjáum einnig að það er lítil ásókn í starfsnám þó að þörfin sé til staðar. Við þurfum að breyta nálgun okkar til menntunar og skoða hvað það er sem vélar- og sjálfvirknivæðing geta ekki komið með að borðinu. Það er til dæmis talið eða því spáð að 800 milljón starfa muni verða sjálfvirknivæðingunni að bráð árið 2030. Árið 2030 sem er rétt handan við hornið. Við þurfum að efla þætti eins og sköpun og sköpunargáfu, umhyggju og gagnrýna hugsun. Þessu eiga vélar erfitt með að sinna. Áskoranir nútíma leiðtoga breytast í takt við gífurlegt upplýsingaflæði og tækniframfarir. Auknar áherslur á viðskiptasiðferði, samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni eru að gjörbreyta viðskiptaháttum. Hvað þarf til að ná árangri í heimi sem breytist á ljóshraða? Það þarf framsýni, það þarf kjark, það þarf einlægni og auðmýkt, það þarf ný viðhorf, það þarf fjölbreytileika og það þarf nýsköpun. Erum við að vinna nóg með þessa þætti í dag? Fyrir mér er framsýni lykilorð og það hefur aldrei skiptist miklu máli og nú og mér langar að draga það fram sérstaklega. Hvernig eigum við að takast á við allar þessar breytingar sem munu bylta samfélagi okkar án þess að horfa til framtíðar og varða veginn þangað? Framsýni krefst kjarksins til að taka erfiðar ákvarðanir, kjarksins til að mála myndina, kjarksins til að nýta fjölbreytileikann sem liggur allstaðar fyrir fótum okkar. Kjarkur er nauðsynlegu meðreiðar og vil ég hvetja alla leiðtoga Íslands til að vinna með kjarkinn. Ég ætla að ræða við ykkur fjölbreytileikann. Ég tel hann vera lykillinn að árangri. Það sem fjölbreytileikinn felur í sér er víðsýni, umburðarlyndi, tækifæri og sköpun. Þar komum við að þeim fjölbreytileika sem er mér einstaklega kær og það eru jafnréttismál. Ég þreytist seint á að ræða þau, enda eru þau fyrir mér uppspretta hagsældar og hrein og klár viðskiptalega ákvörðun. En enn og aftur vil ég minna á stöðu kvenna innan íslensk viðskiptalífs og þá sérstaklega á sviði stjórnunar. En eins og þið munið þá er eingöngu 8–10% fyrirtækja hér á landi stýrð af konum
og ekki hefur orðið mikil breyting á síðan ég ræddi þetta við ykkur á síðasta þingi. Það er því ekki vegna góðs árangurs íslensks viðskiptalífs sem Ísland er númer 1 í jafnréttismálum alþjóðlega. Þann árangur ber frekar að þakka framsýni opinbera geirans og sveitarstjórnarstigsins. Viðskiptaráð hefur ávallt haft það í stefnu sinni að einkageirinn sé löngum heppilegri til að ná árangri og stýra mörgum þáttum samfélagsins. Því höfum við ekki náð þegar kemur að jafnréttismálum. Hér þurfa því hluthafar, stjórnarmenn og forstjórar í íslenskum fyrirtækjum að taka sig á. Sýna framsýni og kjark til að brjótast út viðjum vanans og fortíðarinnar. Og mér langar að deila þess með ykkur smá tölfræði sem ég barst. Og það er varðandi ráðningar á forstjórum í skráðum fyrirtækjum. Það er svo auðvelt að segja að það hefur ekki orðið nein breyting, þannig að þess vegna hafa konur ekki komist að borðinu. En haldið ykkur nú, frá árinu 2012 þá hafa verið ráðnir 14 karlmenn sem forstjórar í skráð fyrirtæki í Kauphöllinni og skráðu fyrirtækin eru 18 og engin kona. Finnst okkur þetta gott fyrir Ísland, fyrir land sem er númer 1 í jafnréttismálum? Það er sóun að nýta ekki kvenauð og þann fjölbreytileika sem hann veitir. Jafnréttismál snúast fyrst og fremst verðmætasköpun sem við erum að fara á mis við eins og staðan er núna. Góðir fundagestir, þó að skyggni sé nánast ekkert, vitum við að með skýrum tilgangi, frelsi og færni má feta öruggan veg til árangurs, velferðar og aukinna tækifæra. Þetta hefur Viðskiptaráð ávallt haft að leiðarljósi, en frjáls viðskipti eru líklegust að leiða af sér öfluga sköpun verðmæta sem eru órifa hluta þeirri heild sem gott samfélag er. Frelsinu fylgir hins vegar ábyrgð og til að skapa og viðhalda trausti til atvinnulífsins verðum við að standa undir þeirri ábyrgð. Viðskiptaráð Íslands mun leggja sitt á vogarskálar til að efla viðskipti sem skila aukinni hagsæld til þeirra er landi byggja. Ég þakka fyrir mig og gef Védísi aftur orðið. Takk fyrir þetta, kæra Katrín Olga.